Þeir sem fjárfestu í Kaupþingi eftir að tilkynnt var kaup Al-Thanis gætu krafist skaðabóta, segir Eva Joly, sérfræðingur í rannsóknum fjármálaglæpa. Hún segir að dómarnir sem féllu á fimmtudaginn séu eðlilegir. Eva Joly, sérfræðingur í rannsóknum fjármálaglæpa, segir að dómar sem féllu í Al-Thani-málinu séu eðlilegir og eigi eftir að hafa mikil áhrif. Þeir sem fjárfestu í Kaupþingi eftir að tilkynnt var viðskipti Al-Thanis gætu krafist skaðabóta. Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurður Einarsson, Ólafur Ólafsson og Magnús Guðmundsson voru sakfelldir í Al-Thani-málinu í Hæstarétti á fimmtudaginn. Þeir voru allir dæmdir í fangelsi fyrir markaðsmisnotkun og umboðssvik. Hreiðar Már fékk 5,5 ár, Sigurður 4 ár og Ólafur og Magnús 4,5 ár hvor. Joly segir að Íslendingar hafi sýnt að þeir geti rannsakað mál af þessu tagi, þó svo þeir hafi ekki átt sérþjálfað rannsóknarliði í upphafi. This investigative team was built up from scratch and they have been able, as have the Icelandic court system, to bring to court these complicated cases with success. So I think it has a huge impact. Dómarnir eru þeir þyngstu sem hafa fallið hér á landi. The damage for the society was huge, so why should we only support that thieves of handbags gets imprisonment and not thieves of people through their market manipulations, stealing a lot more from people. So I think these are quite normal sentences. Viðskipti Kaupþings við Al-Thani hafi verið markaðsmisnotkun og því geti þeir sem fjárfestu í bankanum eftir að tilkynnt var þau átt möguleika á skaðabótum. They have a civil case, private case against the authors, so they can engage, and maybe you have what we call a collective case possibility in Iceland to ask for damages lost. I think this is a way to go. Og eins og fram hefur komið í fréttum RÚV hefur Eva Joly boðist til að hafa milligöngu að íslensk stjórnvöld fái upplýsingar skattundanskot úr HSBC bankanum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, vildi ekki tjá sig málið að svo stöddu þegar fréttastofa leitaði eftir því í dag. Ekki hefur náðst í Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra.